Ég heiti Hólmfríður Þórhallsdóttir og ætla að fjalla rannsókn mína á áhrifum undirbúnings á gæði táknmálstúlkunar en niðurstöður hennar birti í meistararitgerð við Háskóla Íslands vorið 2022. Tilgangur rannsóknarinnar var að efla gæði táknmálstúlkunar en markmiðin voru tvenns konar. Annars vegar að skoða áhrif undirbúnings á hugrænt álag túlka og tengsl þess við gæði táknmálstúlkunar og auk þess að taka saman hvað það sem túlkum finnst mikilvægast að geta undirbúið. Rannsóknarspurningarnar voru því tvær eins og sjá má og snúa að sömu atriðum. Það eru örfá hugtök sem langar til að gera grein fyrir. Í fyrsta lagi það túlkun sem að öllu jöfnu skilgreind sem munnleg þýðing á því sem sagt á einu tungumáli yfir á annað tungumál. Að túlka milli tungumála á margt skylt með þýðingum en það sem greinir helst á milli þessara greina tímasetningin. Túlkun á milli tungumála á sér stað í rauntíma fyrir fólk sem deilir ekki sama máli en vill hafa samskipti hér og nú. En þýðingar gerast hins vegar öllu jöfnu yfir lengri tíma. Því hægt að endurmeta þýðingar og leiðrétta áður en þær eru birtar, en túlkun sett fram strax og öllu jöfnu ekkert hægt að leiðrétta hana. Túlkun gjarnan skipt í tvo flokka. Annars vegar að ræða lotutúlkun, en þá hlustar túlkurinn það sem sagt á einu máli og túlkar það yfir á hitt málið þegar sá sem talar gerir hlé á máli sínu. Og hins vegar samtímatúlkun, en þá túlkar túlkurinn leið og hann hlustar eða horfir á það sem sagt Að öllu jöfnu vinna táknmálstúlkar mest í samtímatúlkun meir en aðrir túlkar. Ástæðan einfaldlega sú að það sem annað máli talað með rödd og hitt í þögn með höndum og líkama trufla þau ekki hvort annað þó þau séu notuð á sama tíma. Hins vegar, ef tvö raddmál eru notuð á sama tíma, getur verið erfitt að heyra það sem sagt. Þá það hugrænt álag. Einstaklingar búa við tveimur mismunandi tegundum minnis. Annars vegar vinnsluminni, sem svo heilastarfsemi sem gerir einstaklingum kleift að safna saman og vinna úr upplýsingum í gegnum mál, heyrn og sjón. Hins vegar að ræða langtímaminni, þar sem einstaklingar geyma upplýsingar sem áður hafa farið í gegnum vinnsluminnið, upplýsingar sem hægt að nota aftur. Langtímaminnið ótakmarkaða stærð. Við getum endalaust bætt við þekkingu okkar, en það vinnsluminnið ekki. Schiele setti fram svokallað áreynslulíkan, þar sem hann skiptir túlkunarferlinu upp í 4 áreynslufþætti sem allir eiga sér stað í vinnsluminninu. Þættirnir eru hlustun eða áhorf og greining, þar sem hugræna álagið felst í því að taka inn og greina það sem sagt þannig að úr verði skiljanleg merking. Í öðru lagi nefnir hann framsetningu, en þá felst hugræna álagið í því að byggja sömu setningar upp á því máli sem túlkað yfir á. Í þriðja lagi það minnið, þar sem hugræna álagið felst í því að virkja fyrri þekkingu úr langtímaminninu. Og að lokum samhæfing, en hugræna álagið við þennan áreynsluþátt felst í því að virkja og nýta alla hina þættina 3 eftir því sem á við á hverju stundu. Schiele færir rök fyrir því að hver og einn af þáttunum krefist ákveðinnar hugrænnar áreynslu og að heildar hugrænt álag túlkana sé samsett úr álaginu af þeim öllum. Allt þetta túlkunarferli á sér stað í vinnsluminninu og í samtímatúlkun, sem helsti starfsvettvangur táknmálstúlka, eru allir þessi áreynslu þættir í gangi í einu. Túlkarnir hlusta eða horfa það sem sagt á einu máli. Þeir vega og meta hvernig geta flutt bæði yrta og óyrta merkingu á annað mál og þeir koma túlkuninni frá sér á því máli. Sem fyrr segir vinnsluminni takmarkað og í samtímatúlkun það því oft þannig til hins ýtrasta. Heildar hugrænt álag táknmálstúlka því mjög mikið. Rannsóknin var byggð á blandaðri aðferðafræði. Ég safnaði eiginlegum gögnum á nokkra vegu, með hálfopnum viðtölum við 3 túlka á samskiptamiðstöð, þar sem við ræddum undirbúning þeirra fyrir túlkaverkefni, með þáttöku athugun, þar sem ég fylgdist með túlkum á samskiptamiðstöð undirbúa sig fyrir verkefni, og auk þess með spurningakönnun sem ég sendi út vorið 2020 í tengslu við ákveðið túlkaverkefni. Auk þess hannaði ég sérstakt túlkunarpróf, en þar tók ég upp 11 túlka sem allir túlkuðu yfir á íslenskt táknmál upplestur á 8 íslenskum textum.
Allir túlkarnir höfðu fengið 4 af textum til undirbúnings, en það var mismunandi eftir túlkum hvað texta var að ræða. Hina 4 túlkuðu þeir án undirbúnings. Túlkanirnar voru teknar upp og hver túlkur horfði svo með mér á eigin túlkun og greindi hana leið og við ræddum undirbúning hans fyrir prófið. Auk þess greindi ég sjálf upptökurnar með því að telja hversu mörg aðalatriði töpuðust í túlkununum. Þannig fekk ég bæði eigindleg og megindleg gögn úr prófinu. Það voru alls 14 táknmálstúlkar sem tóku þátt í rannsókninni á einn eða annan hátt, sem það bil helmingur starfandi táknmálstúlka á landinu. Skiptingu þeirra eftir mismunandi hlutum rannsóknarinnar og starfsaldri má sjá hér. Þá ætla ég að gera grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Allir þeir túlkar sem tóku þátt, óháð starfsaldri, voru sammála að undirbúningur hefði jákvæð áhrif á frammistöðu þeirra í túlkun. Eins og sjá má á þessum beinu tilvitnunum töluðu túlkarnir að þeir væru rólegri og yfirvegari ef þeir væru undirbúnir, sem að þeir segja að skili sér í betri túlkun. Ástæðuna sé að túlkarnir að meðal annars vera að þá komi þeim minna á óvart. Þeir vita hvað þurfa að fást við og hvernig best að fara að því, en óvissan eykur hugrænt álag. Þau megindlegu gögn sem fengust úr túlkunarprófinu studdu álit þátttakendana að undirbúningur leiði til betri túlkunar. Sem fyrr segir þá greindi ég prófið með því að telja hversu mikið af aðalatriðum glötuðust í túlkunni. Ég bar saman undirbúnar og óundirbúnar túlkanir allra textana og einnig milli hópa sem myndaðir voru eftir starfsreynslu túlkana og eru þær niðurstöður sýndar hér. Í efri töflunni má sjá að þegar ég taldi hversu mörg aðalatrið töpuðust í öllum túlkununum í túlkunarprófinu, þá voru það tæplega 20% aðalatriða sem töpuðust í óundirbúnu túlkunum, en hins vegar tæplega 10% í undirbúnu túlkunum. Ég skoðaði einnig gögnin út frá starfsreynslu þáttakenda og þær niðurstöður í neðri töflunni. Þar má sjá að hópurinn sem með minnsta starfsreynslu í neðstu línunni græðir hlutfallslega mest á því að undirbúa sig. Þeir mistu 34% aðalatriða án undirbúnings en einungis 13% með undirbúningi. Reynslu mesti hópurinn græðir einna minnst á undirbúningnum, en miðjuhópurinn sá hópur sem tekst að nýta undirbúningi hvað best, ef svo má segja. Með undirbúningi missa þeir túlkar einungis ríflega 2% af aðalatriðum. Þegar niðurstöðurnar skoðaðar fyrir hvert túlk fyrir sig, má sjá að það mjög misjafnt milli einstaklinga hversu mikið þeir græða á undirbúningnum. Sá einstaklingur sem mest græddi í reynslu minnsta hópnum. Hann misti 40% aðalatriða í óundirbúnum túlkunum, en einungis 7% í undirbúnum túlkunum. 2 túlkar í reynslu mesta hópnum virðast hins vegar ekkert græða á undirbúningnum. Þetta í samræmi við aðra svipaðar rannsóknir sem vitnað í ritgerðinni. Það er misjafnt eftir einstaklingum hversu mikið þeir græða á því að undirbúa sig. Það þó alltaf þannig að stór meirihluti túlka græðir á honum. Seinni rannsóknarspurningin snýr að því hvað það sem túlkarnir vilja undirbúa. Því má skipta niður í nokkra flokka. Þeir vilja undirbúa umræðuefni, þannig að þeir séu tilbúnir með þann orða og táknaforða sem verður notaður í túlkaverkefninu, en einnig átta sig á hver eru aðalatriði þess sem fjalla verður Þeir vilja einnig geta undirbúið ýmisleg málfræðileg atriði sem eru ólík milli íslensku og íslenska táknmálsins. Ég mun fjalla örlítið betur þessi atriði síðar og sýna dæmi úr túlkunarprófinu. Fram kom að notkun á sérstökum málsniðum eins og túlkun á tónlist og í kirkju krefst mikils undirbúnings. Oft torskilda texta að ræða og vilja túlkarnir undirbúa þá meira eins og þýðingar og vera jafnvel búnir að ákveða algjörlega fyrirfram hvernig þeir munu setja fram túlkunina. Túlkarnir vilja einnig vita hvaða raunverulegar aðstæður munu vera í túlkaverkefninu og undirbúa sig fyrir þær. Það getur til dæmis skipt máli að vita hvort túlkun hjá tannlækni bara venjuleg skoðun eða endaæxlataka, eins og nefnt var sem dæmi, eða hvort verið að túlka á fámennum eða fjölmennum fundi. Og að lokum kom fram að raddtúlkun á fyrirlesturum af táknmáli yfir á íslensku þyrfti að undirbúa mjög vel með þeim sem flyttu fyrirlesturinn. Sem fyrr segir,
leggja túlkarnir áherslu á að geta undirbúið það umræðuefni sem þeir eiga að túlka. Snýst sá undirbúningur bæði að vera tilbúin með það orða og táknaforða sem þeir vita að mun verða notaður í verkefninu, en einnig að átta sig á hversu aðalatrið þess sem fjalla verður um. Túlkarnir geta lent í því að dragast aftur úr þeim sem talar í túlkusinni vegna þess að í samtímatúlkun getur hraðinn verið mjög mikill. Til að reyna að halda í við þann sem talar geta túlkarnir því þurft að sætta sig við að sleppa því að túlka eitthvað af þeim upplýsingum sem fram koma. Til að geta valið hverjum að sleppa öðru fremur þurfa túlkarnir að vita hver aðalatriðin eru. Í einum hluta túlkunarprófsins mátti sjá skýrt dæmi hvernig undirbúningur getur hjálpað túlkum að takast á við þetta vandamál. Með brúnu letri sýndur textinn úr túlkunarprófinu, en sagt frá hluta þeirra farþega sem voru borð í flugvél. Síðar í frásögninni kemur í ljós að af þeim sem upp voru taldir þá eru það eingöngu japönsku ferðamennirnir sem skipta máli. Þau feðgin eru því aðalatriði en allir aðrir farþegar aukaatriði. Það alltaf frekar óeðlilegt að umrita táknmál yfir á ritmál, en ég geri þó tilraun til þess með því að sýna dæmi úr túlkunarprófinu. Textinn með bláu letri sýnir undirbúna túlkun. Túlkurinn hafði dregist aftur úr og þurfti því að sleppa því að túlka einhverja upplýsingar til þess að ná að halda í við upplesturinn. Hann skautaði því yfir Indverjan og Líbanan og búsetu þeirra, en gætti þess að koma að öllum upplýsingum Japanina, þar sem hann vissi að það voru þeir farþegar sem skiptu máli. Textinn með rauðu letri sýnir óundirbúna túlkun. Sá túlkur hafði einnig dregist aftur úr og náði ekki heldur að túlka allar upplýsingarnar. Hann túlkaði hins vegar allt búsetu þeirra farþegar sem eru aukaatriði sögunnar, en minntist ekki á að Japanir hafi verið borð. Í lok setningarinnar minnst á mann og konu, en skilja má túlkuna sem svo að þeir séu umræddur Indverji og Líbani. Þó svo að einhverja upplýsingar hafi vantað í báðar túlkanirnar var undirbúna túlkunin betri þar sem að þar komu öll aðalatriði frásagnanna fram. Túlkarnir vilja undirbúa ýmis málfræðileg atriði sem eru ólík milli íslensku og íslenska táknmálsins, atriði sem meðal annars snúa að uppbyggingu setninga og notkun á próformum og táknrými. Of tímafrekt að útskýra þessi málfræðilegu atriði hér en lesa má þau í ritgerðinni. Þó vil ég nefna hér dæmi úr túlkunarprófinu þar sem undirbúningur aðstoðaði greinilega við uppbyggingu táknrýmisins. Sagt frá flugleið, en í því tilfelli málfræðilega rétt að byggja táknrýmið upp og staðsetja það sem fjallað eins og raunverulegt landakort sé að ræða, út frá sjónarhorni þess sem talar. Í þessu tilfelli ætti því að segja frá flugleiðinni sem kemur fram í brúna textanum eins og svarta línan á kortinu sýnir. Blái textinn og bláa línan á kortinu sýna hvernig undirbúni túlkurinn náði að setja túlkun sína fram á nokkuð réttan og skýran hátt. Hann setur staðina upp í táknrýminu með bendingum, að langmestu leita á réttum stöðum og sýnir skýrt ferðalögin á milli þeirra. Rauði textinn og rauða línan á kortinu sýna hins vegar hvernig óundirbúinn túlkur náði alls ekki að byggja táknrýmið upp. Ekki skýrt hvert verið sé að fljúga né hvaðan. Túlkurinn sagði sjálfur þegar hann horfði á upptöku sína að þar sem hann hafi ekki þekkt landsvæðið hafi hann þurft að hafa alla staðina beint fyrir fram að sig eða fara tilviljunarkennt táknrýmið. Með undirbúningi hefði hann hins vegar getað farið heiminn eins og hann orðaði það sjálfur. En hvers vegna verður túlkun betri ef hún undirbúin? Það vegna þess að vinnsluminnið þar sem túlkunarferli á sér stað takmarkað. Ef einn þáttur túlkunarferlisins krefst mikillar hugrænnar orku, minnkar sá hluti vinnsluminnisins sem hægt að nýta fyrir alla hina þættina. Á sama hátt það einnig þannig að ef hægt að minnka álagið á einhverjum áreynslu þætti eða þáttum, geta túlkarnir nýtt stærri hluta vinnsluminnisins í hina þættina eftir þörfum. Undirbúningur getur minnkað álagið á öllum þáttum túlkunarferlisins eins og það sett upp í áreynslulíkani Chile. Hann minnkar álagið á hlustun eða áhorfi og greiningu,
vegna þess að túlkar heyra og sjá betur það sem sagt ef þeir eru fyrirfram búnir að átta sig á hver orðræðan mun verða. Túlkarnir sögðust geta minnkað álagið á framsetningunni með því að vera fyrirfram búnir að átta sig á og finna lausnir á vandamálum sem upp geta komið í túlkuninni. Vandamálum eins og uppbyggingu táknrýmisins. Minnið þriðji árenslu þátturinn, en túlkarnir tengdu hann mest við orða og táknaforða í túlkuninni. Það léttir á hugrænu álagið þeirra ef þeir eru fyrirfram búnir að átta sig á hvaða orðræða mun verða notuð og geta þeir þá verið búin að rifja upp fyrri þekkingu sína málefnið. Undirbúningur léttir einnig álagið á samhæfingunni því þá það minna sem kemur túlkinum á óvart og þeir geta þá til dæmis verið búin að átta sig á hverju má sleppa öðru fremur ef þeir lenda í því að dragast aftur úr þeim sem talar. Það var eftirtektarvert að í viðtölunum notuðu túlkarnir sjálfir orðræðu sem tengist hugrænu álagi og áreynslulíkani Chile. Ræddu þeir meðal annars að undirbúningur skapi pláss og rými í heilanum og að þeir hafi fyrir vikið meiri frið til að vinna á túlkuninni. Ef undirbúning skorti ræddu þeir hins vegar meðal annars að skilningurinn hafi tekið mikla orku og að heilinn hafi verið kominn á suðupunkt. Með undirbúningi tekst túlkunum því að minnka það hugræna álag sem þeir þurfa að takast á við. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hugrænt álag túlka verður minna í túlkunaraðstæðum ef þeir eru undirbúnir og að það leiðir til betri túlkunar. Því ætti að hvetja alla túlka til að sinna undirbúningi vel og einnig ætti að þjálfa túlkanema í þessum hluta starfsins. Lykillinn að undirbúningi túlka þó í höndum túlkanotenda. Það á ábyrgð túlkana að undirbúa sig, en það þeim hins vegar eingöngu mögulegt ef túlkanotendur sjá til þess að túlkunum berist þau gögn sem þeir þurfa. Þá þakka ég fyrir hlustunina og áhorfið.